Bjóð okkur hjartalega velkomin á samkomu í dag.
Yndislegt að fá að koma í hús Guðs aftur og þið sem heima sitið, þið vitið að húsið er opið og þið eru velkomin á samkomu. Það er gaman að fara að sjá okkur öll aftur. Við erum hérna 3 á sviðinu. Það er rosa mikið COVID á sviðinu okkar og margir heima og margir lasnir. Þannig að endilega hafið þau í bænum ykkar. En við ætlum samt að lofa Guð í dag. Það er ekki hægt annað. En við ætlum að biðja Guð að vera með í dag og blessa þessa samkomu. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú trúr og sannur. Þú ert sá sem þú segist vera. Ég þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að lyfta upp nafnið þín í dag, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að við fengum tækifæri, Drottinn, til þess að rísa á fætur. Þú vaktir okkur í morgun og fengum tækifæri fyrir 1 dag í viðbót að gera betur, Drottinn. Ég bið þig, Drottinn minn, mætt okkur í dag, mætt okkur með anda þínu, mætt okkur með orðið þínu og ég bið þess að þú mættir snerta við okkur til anda, sálar og líkama hér í dag. Og blessaðu þá sem eru hérna meðal okkar, blessaðu þá sem heima sitja og ég bið þess að þú snertir, Drottinn minn, í dag. Vertu með okkur og vertu hér allt umkring í Jesú heilaga nafni. Amen. Lofa sé þitt nafn.
Leyf mér að tigna þig. Já, halleluja. Mikið gott að koma saman í hans nafni. Takk, Jesús. Ekki Guð góður? Ekki allir glaðir? Ég veit að það mikið COVID-smitt í samfélaginu þessa mundir, en Guð alltaf góður. Og það svo dásamlegt að koma saman og bara minnast þess hversu góður hann og rétta svolítið úr sýninni og halda áfram á göngunum með Guði. Því hann alltaf góður. Takk, Jesús. En við ætlum að taka fórn. Ég vildi bara svona samskot. Nú byrjar þetta aftur. Jöp, mín mætt. Allavega, við ætlum að taka samskot. En áður en við gerum það, þá langar mig bara að minnast á það sem framundan. Við áttum alveg frábæran fund daginn og hann var mjög gagnlegur. Hann var á fimmtudaginn síðasta og það komi hópur saman og þetta var yndisleg stund og við ætlum að búa til meira samfélag í Smárakirkju. Ekki veitir af, því að fólk einmana, það jafnvel búin að vera bara heima hjá sér í hátt í 2 ár og nú komið tími til þess að við komum saman, berum hvað annars byrðar og hugmyndin að hafa stundir á miðvikudum eða fimmtudum, sennilega á miðvikudum og þar sem að við gerum meira varðandi þetta með samfélagið. Og svo erum við að undirbúa heimahópa og fleira, þannig ef að fólk vil taka þátt, opna heimil sitt fyrir heimahópum eða þá að komast í heimahóp, endilega verið í sambandi. Og ef að þú heima og þú vilt fara að taka þátt í kristilegu starfi, endilega hafðu samband. En við ætlum að taka samskot og við ætlum að biðja. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þig, drottinn minn, fyrir að fá koma í hús þitt, drottinn, fyrir að fá að vera barn þitt. Drottinn, ég þakka þig fyrir kærleika þinn, drottinn. Þakka þig fyrir, drottinn minn, fyrir það hver þú drottinn minn. Og í öllum kringum stæðum, drottinn minn, að þá erum við meir en sigurvegarar, því að við erum í þér. Og drottinn, ég biði fyrir kirkju þinni, ég biði fyrir Íslandi, ég biði fyrir vakningin í hjörtum okkar allra, drottinn. Gjaf okkur brennandi ást til þeirra, drottinn minn, sem að þurfa ást þinni að halda. Og drottinn, gjaf okkur ná til þess að rísa upp, taka stöð okkar og vera í raun og vera fylgjandi þínir. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen.
I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And all that chases me down, fight till I found peace and I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so good to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. All that chases me down, fights till I found peace and I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending,
Dísi Guði, það var yndisleg. Það er svo margt í þessu lagi sem að svona snertir mann út af því að þetta er nefnilega þannig með Drottinn. Hann einhvern veginn elskar okkur í gegnum bara alls konar. Og það er svo mikilvægt að við vitum það alltaf út af því að það er nefnilega þannig að þegar við göngum í gegnum lífsins kringumstæður, það er svo oft sem að kemur skömm og eitthvað svona sem heldur okkur frá Drottni. En það er engin fyrirdæmingi Drottni. Hann elskar okkur og hann vill bara fá okkur í samfélag til sín. Og mér langar til þess að biðja, út af því það er alltaf gott að biðja og bara að hjörtu okkur mætti opna sig fyrir kærleika Guðs og því orði sem hann vill segja við okkur í dag. Má ég biðja okkur að kannski rísa upp fætur og biðja með mér. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér heilagi Faðir fyrir Drottinn minn ævarandi elsku þín að Drottinn, ævarandi elsku. Og Drottinn, ég biði Drottinn að við mættum opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur í dag. Og Drottinn, gef okkur náð til þess að hafa eyru sem heyrir hvað andinn segir söfnuðinum. Drottinn, að hafa þetta mjúka hjarta, Drottinn, þannig að það falli í góða jörð og beri ríkulegan ávöxt, Drottinn. Og ég bið Drottinn að öll þessi harneska hjartan sem hún mætti, Drottinn, brotna. Að við mættum, Drottinn minn, fá náð til þess að auðmýkja okkur undir þína voldugu hönd. Og Drottinn, ég bið allt það sem heldur aftur okkur í dag, Drottinn. Ég bið að koma inn í þær kringumstæður í hjart okkar. Og Drottinn, gefa lækning og líf og frelsi. Og ég bið fyrir einum og sér hverjum hér í dag. Og ég bið fyrir Bjarka þegar hann talar orð þitt hér og eftir, Drottinn minn. Mætti hann vera, Drottinn minn, smurningu, Drottinn, sem að brýtur okið. Og við biðjum í Jesú nafni. Allir liðurinn sagði. Amen. Amen, Bjarki minn. Velkomin, bróðir. Amen. Maður er bara upp á fjalli hérna. Ég fíla það, við getum ekki lagt þetta aðeins frá mér hérna. Það er alveg heilmikið saga á bak við þetta net. Það er að laga það til. Það er fyrir að laga netin. Þetta er alvöru, sko. Mér er búið að dreyma fullt að drauma netin. Ég kannski deili því með ykkur alltaf. Amen. Það er ritning sem liggur mér í hjarta núna. Það er í þessi fyrsta Króningabók 12:32. Synir Ísakar, þau þekktu tíma og tíðir og vissu hvað Ísrael átti að gera. Og við þurfum að heyra þessa rödd í dag hérna á Íslandi, söfnuðu Guðs, hvað við eigum að gera og hvað Guð er að tala til okkar. Mér langar að byrja í Nehemía. Við þekkjum söguna Nehemía. Hann var að bera mikið þunga í hjarta sínu eftir að hafa heyrt fréttir að múrar Jerúsalem voru niður brotnir, borgarhliðin í eldi brennd. Og hann segir, þegar ég heyrði þessi tíðindi þá settist ég niður og grét og ég harmaði dögum saman. Ég fastaði og var á bæn til Guðs himnanna. Hann bíður síðan eftir lofarum Guðs og spámanlegum fyrirreitum. Hann fer að biðja. Minnstu orðsins þú bauðst Móse þjóni þínum segjandi. Ef þið bregður trúnaði mun ég tvístaði með að þjóðina og þegar þið hverfi aftur til mín mun ég safna þið saman frá endimörkum jarðarinnar. Hvar eru spádómlegu lofarinn fyrir okkur hérna á Íslandi? Hvar eru lofarinn sem við þurfum að biðja fram? Hann fer síðan og hittir konunginn, spjallar við hann og hann er að þjóna honum til borðs bara. Og konungurinn sér hann og hann sér hann mjög dapur. Og hann byrjar að spyrja, af hverju ertu svona dapur Nehemía? Þú ert ekki einu sinni veikur, það er ekkert að þér. Hvers vegna ertu svona dapur? Og hann segir, það hlýtur að liggja illa á þér. Þá var hann ákaflega hræddur og sagði við konungurinn lifi eililega. Hví skildi ég ekki verið dapur í bragði þar sem borgin geymi grafir forfeðra minna í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennd. Þá sagði konungur við minn, hvers beygðist þú þá? Hann les inn í kringumstæðurnar
sér að það er velvilji frá konunginum, þá fer hann heim til sín og biður, leitar Guðs. Það er að opnast ykkur velviljan, hvað er ég að gera, hvert á ég að snúa mér. Svo þekkjum við hvernig sagan fer áfram. Konungurinn blessar hann með alls konar blessunum til þess að fara og byggja múrana, leysir hann frá starfið sínu og til að fara og byggja upp landið. Við þurfum á þess að halda á Íslandi. Og Guð talar til okkar, leiðbeina okkur, hvernig við fáum provision. Ég predika svo mikið á ensku að einhverja fyrirsjá til þess að byggja upp landið. Í Mattheus 9:38 þá segir, Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkvæmdi þeirra. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið og læknaði hvers sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfóldan, kenndi hann í brjóstum þá þegar þeir voru hrjáðir og umkomuleysir, eins og sauðir engan hirði hafa. Þegar hann sagði við lærisveinum uppskeran mikil en verkamenn eru fáir. Biðjið því Herra uppskerun að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Við þurfum að koma saman eins og við voruð að tala koma meira saman, sauma netin, biðja Guð að senda til okkar verkamenn. Kirkjan í dag, ég er rosalega tengdur út allan heim, hvað er að gerast í einu spámanlega og hvað Guð að tala út allt. Og það er eitt orð sem ég heyri í dag, go back to basics. Fara aftur og byrja á byrjuninni, fara aftur í frumkirkjuna. Og ég langar að sýna ykkur svolítið sem að gerði gefni með eitt stutt vídeo, þetta er bara örfáar sekúndur. En þetta er smá svona djók til þess að sýna okkur bara, þú veist, hvað er búið að gerast, hvernig ég sé hvað er búið að gerast fyrir kirkjuna. Og já, þetta er komið í gang hérna. Þannig er þessi fyrsti að predika fagnaðarerindið. Oh my God. Oh no. Wait, what was the second? Oh crap, I forgot it. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, or the sentence was. Ég var að hjóla á hjólinu mínu og ég datt. Þetta er svolítið sem að gerist með boðskapinn í kirkjunni þegar við erum ekki tengd á netið og þegar við erum ekki í samfélagi stöðulega. Ég tek rosalega mikið eftir þessu í einu spámanlega að fólk er komið bara, ég veit ekki hvert sko. Þannig að, þú veist, kallið er go back to basics. Ég ætlaði nú að taka með hnífapör með mér hérna upp á sviðið, ég bara glimti því. Nei, allt í góðu. Mér finnst hnífapörinn, ég ætlaði að sýna fram á bara gjafir Guðs, postulan, spámenn og trúpaðan og pastorinn. Og bara, þetta eru bara verkfæri. Það er rosalega erfitt að borða súpu með hníf og við þurfum á öllum þessum gjöfum að halda. Ekki einhverjum titlum eða eitthvað þannig, heldur bara gjafir sem virka það sem mega virka. Og það sem að Guð er að tala til mín á Íslandi er
að við þurfum að setja fókusinn á að fara að byggja upp fimmföldu þjónustuna. Ég er búin að deila með sumum ykkar að ég fer á hverju ári og reyni að fara upp á fjöll að beygja svona í kringum áramótin. Og í fyrra þegar ég fór upp á fjall þá var ég að beygja og leita Guðs og oft þegar ég er þarna uppi þá bara kemur svona, þá er ég bara að tala og beygja og þá bara kemur svona spámanlegt flæði. Og ég er þarna að beygja og allt í einu poppa bara upp á mig. Árið 2021 mun vera árið að sem að Guðmundur Felix fær hendurnar sínar og það mun vera eldgos líka. Og nokkrum vikum setna þá heyrði ég fréttir að Guðmundur Felix hefði fengið verið samþykkt transplantið á höndunum og veist, bara í byrjun janúar. Og fyrir mér er þetta svo óbúslega spámanlegt. Guð notar svo þetta náttúrulega til þess að tala spámanlega. Bara eins og ég seti þetta net ég ætla að útskýra það miklu betur eftir. En Guð notar náttúrulega hluti til þess að spá fyrir okkur inn í kirkjuna okkar og inn í lífið okkar. Og hvernig Guð tengir hendurnar, tengir þjónustuna, virkir allan líkamann. Þetta er það sem Guð er að tala til okkur í dag. Ég ætla að fara í Markúsarguðspjall, 1. kafli 16-20. Þess að Jesús var að gangi með Galíleuvatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Jesús sagði við þá komið að fylgi mér og ég mun látið menn veiða. Og þegar í stað létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Hann gekk skammt hann og sá Jakob og Jóhannes bróður hans og voru þeir einnig á báti að búa netin. Takk eftir hvað Jesús finnur Símon og Andrés að gera. Þeir eru að kasta netinu. Jakob og Jóhannes, þeir eru að búa netið. Það er samvinna, við þurfum á hvort þeir eru að halda. Equipping the net og mending the net. Við erum að tala trúboð og við erum líka að tala discipleship, að gera lærisuna. Að kasta netinu og draga það inn og síðan að laga netið og búa það. Síðustu áratugi á Íslandi þá hefur kirkjan okkar ekki verið að sinna þessu nógu vel, að mínu mati. Við höfum verið að predika hennar boðskap og komdu í kirkjuna okkar, hlustaði á mig og eltu mig og labbaði eftir mér. Við höfum alls ekki verið fókus á það, bara virkja allan líkamann og gera fólk að þátttakendum í því sem við erum að gera. Við þurfum að breyta þessu following dæmi sem í gangi. Jesús sagði síðan við þá, go out into the deep, farið út á djúpið, kastið netinu hinum megin. Lúkas 5:4. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni sagði við Símon, legg þú á djúpið og leggið netið eftir fiskjar. Og Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt, puðað og erfiðað og ekkert fengið. En ok, víst að þú segir það, Jesús, þá skulum við pröfa. Og gjörðu þið svo að fengu þeir þá mikinn fjölda fiska og net þeirra tók að rifna. Hlýða Guði, gera það sem Guð er að tala, þekkja tíman og tíðirnar. Munið eftir í Jóhannesarguðspjalli 4. kafla þegar konan við brunninn. Hún kemur og Jesús segir, viltu gefa mér vatn? Og hún spyr hann okkur, hann sé ekki með til að ausa með og eitthvað og samræðin heldur áfram og Jesús segir við hann hvað er maðurinn? Og segir sér við hann að þú átt 5 menn og sá sem þú ert með núna er ekki maðurinn. Og Jesús er að toga upp úr henni, veiða upp úr djúpunni, hver þú ert, finna identity, finna einkenni hennar, sem verður til þess að hún snýr svo við að hún hleypur út alla borg og segir, Messias, skildi spámaðurinn komin, þetta Messias, skildi Messias vera komin. Þegar við finnum þetta gegnumbrot, þegar Jesús byrjar að toga upp úr djúpunni í hjarta okkar, auðkenna okkar, hver við erum. Og við þurfum að bonda við fólk á þennan hátt. Fólki sem er að koma inn á götunni, byrja að toga upp úr því. Hvað hefur Guð gert í lífinu? Veit að Jesús var að byrja að kalla mig löngu áður en ég sagði já. Og
Og við erum stundum að kasta ykkur í neti og henda ykkur Jesú í fólk og það bara tengja ekkert við okkur. Við þurfum að draga upp úr djúpinu. Draga upp úr djúpinu. Jóhannes 6:44 segir, enginn kemur til mín nema föðurinn sem sendi mig. Hvernig var þetta? Ég með þetta á ensku. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Ég vil vera þarna, ég vil finna læri sína, reisa fólk upp til þess að labba þessa göngu, þessa kröftugu göngu þar sem að við höfum áhrif á samfélagið okkar. Og við vitum öll hérna inni, við erum búin að ganga með Guði flest hérna lengi og Guð vill fullkomna okkur, eins og enskan segir equip us. Gríska orðið katartizo er orðið sem er notað yfir equipped eða mending. Ég fyrir tilbaka í versi áðan þar sem hann segir að hann sá þá að vera í netinu að búa bátinn. Þetta er sama gríska orðið, mending the nets. Það hefur aðra merkingu, það þeir endur reisa, endur tengja, styrkja, setja saman eða bindum brotið bein svo það gróir rétt. Mending a fishing net, búa netið eða laga brotið samfélag eða rétta við. Magna. Þetta sama orð kemur líka fyrir í 1. Pétursbrefi 5:10. En Guð allra náðar sem er kallaður í Kristi til sínar eilífu dýrðar mun sjálfur þér hafa þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, equip you, styrkja og öfluga að gera, sauma saman. Búa netin eða equip the saints snýst ekki bara að reisa upp fimmföldu þjónustuna, heldur að lækna og tengja allan líkamann saman. Annað orð sem ég ætla að nota í leiðinni er gríska orðið koinonia. Og það er bein tenging milli koinonia og katarizo. Ef við hugsum koinonia sem eins og einn ferning, eða ferning í bútasaumsteppi. Við erum þessi ferningar. Og ef við myndum grafast fyrir eftir þýðingu koinonia þá myndum við finna margar ritningar. Eins og þessar hér, Rómverjabréfið 12:10. Sýni hver öðrum bróður kærleik og ástúð og veri hver eðar fyrri til að veita öðrum virðingu. Svo kemur berið sama hug til alla. Hreikiður ekki en haldiður að þínu lítilmótlegu. Ætliður ekki hygna með sjálfum yður. Það var Rómverjabréfið 12:16. 1. Pétursbréf 3:8. Verið allir samhuga, hluttekningarsamir, bróðurelskir, miskunnsamir og auðmjúkir. Við halda áfram Rómverjabréfið 15:7. Takið því hvern annan að yður eins og Kristur tók yður að sér, Guði til dýrðar. Galatabréfið 5:13. Þjóni hver öðrum í kærleika. Kólossus 3:16. Ég alveg búin að hræra gefn hérna, ég veit ekki hvert. Allt í góðu. Já, Galatabréfið 5:13. Þjóni hver öðrum í kærleika. Kólossus 3:16. Láti orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, fræðið og áminni hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum hljóðum og syngi Guði sætlega lof í hjörtu með þær. Hebreabréfið 10:24. Gefum gætur hver öðrum og hvetjum hvern annan til góðra verka. Eða með öðrum orðum, elskum hvort annan og byrjum umhyggju fyrir hvort öðru og verum vakandi yfir hag annarra. Þegar við lesum Póstólasöguna, þá rak ég augun í versum daginn. Það sem talað að póstólarnir voru vinsælir og samfélagið var vinsælt. Og það var engin þörf á meðal þeirra. Fólk kom og lagði gjafir af fótum póstólana sem var síðan deilt út á meðal þeirra sem voru í þörf. Þetta er það sem koinonia, svona lítur það út. Samfélagið við hvort annað, hjálpa hvort öðru. Amen. 2 orð, koinonia og katarizo. Já, og ég ætla að fara núna í Efesusbreið 4:11. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru apóstolar, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar, sumir kennarar og þeir eiga fullkomnina heilu og láta þeim þjónustu té, líkama Krist til uppbyggingar. Sama orðið aftur. En hvernig saumum við líkamann saman?
Annað Tímóteusbréf 3:16-17. Sér hver ritning innblásin af Guði og nytjum til fræðslu og ummöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur til sérhvers góðs verks. Enska Biblían segir that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Aftur sama orðið. Koinonia samfélagið. Og mér svo frábært að við hittumst hérna á 5. daginn. Og þetta alveg lykillinn bara að byrja go back there. Póstulusand 2:42. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu póstulana á samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og svo 1. Kórinthbréf 14:26. Hvernig það þá bræður þeir komið saman? Þá hefur hver sitt fram að færa. Sálm, kenningu, opinberun, tungutal og útlistun. Allt skal miða til uppbyggja til að virka allan líkamann. Allan líkamann. Munið eftir trúarjátningunni sem við kunnum öll. Það lesa hana hérna. Ég trú á Guð Föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trú á Jesú Krist, hann enga son, drottni vor sem getinn að heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis upp á 3. degi, aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs, Föðurs almáttugus, og með þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana og uppreisn mannsins og eilíft líf. Þegar frumkirkjan var alveg með þetta. Við klippum oft út hérna heilaga almenna kirkju. Ég trú á samfélagið. Þú veist að við höfum áhrif á hvort annað og styrkjum hvort annað. Þetta þarf að virka eins og Guð setti þetta upp. Eins og ég var að segja áðan, þá var mér búið að dreyma marga drauma þetta net hérna. Og í eitt skiptið þá, fyrsti draumurinn sem ég dreymi, þá sit ég á stól. Sit ég á svona stól og ég er með netið í höndunum og er að sauma netið. Og kemur maður til mín og segir við þetta virkar ekki. Og hann var rosalega pirraður og búinn að ganga með Guð lengi og bara þetta virkar ekki. Og ég segi við hann bara í draumni og rosalega rólegur og segi já, veistu að þetta er Hebreabréf 4:2. Og þegar ég vaknaði morguninn og fór að tjekka veitu hvað stendur í Hebreabréfinu 4:2. Draumæti mínir eru rosalega oft svona. Og þá kemur fagnaðarerindið, komið ekki að gagni af því ég tók ekki við í trú. Fagnaðarerindið, komið ekki að gagni af því ég tók ekki við í trú. Af hverju virkar ekki fagnaðarerindið? Ætli það sé að því að við höfum gert svona eins og á myndbandinu hérna áðan. Við höfum týnt kraftinum. Svo halda þessi draumar áfram og mér byrjar að dreyma fleiri og fleiri drauma. Og í nokkrum draumum þá byrja ég að sjá kirkjurnar hérna á Íslandi. Og fyrir hverja kirkju þá byrja ég að sjá svona net. Og mér brá svo þegar ég var að sjá þessi net, þannig að þau voru rifin, þau voru tætt og þau voru furðulegi í laginu. Og kallið frá Guði kom, sauma netin saman. Við erum að sauma netið saman, við erum að tengja líkamann. Og sem að svona eins og verið að segja, þú veist, Guð talar svo mikið inn náttúrulega. Á nokkrum dögum og eftir þá lappar inn í fyrirtækið mitt maður sem að kemur til mín og hann kynnir sig sem ég er einn af síðustu netagjörðamönnunum á Íslandi. Og þannig að ég byrja eitthvað að tala við hann og spyrja hvort hann eigi svona smá net til að gefa mér. Þannig að þetta net hérna kom hann og ferði mér. Og svona talar Guð svo oft til okkar sem erum í þessu spámæli til þess að segja, hei, þetta er það sem ég er að tala. Og við leitum alltaf eftir staðfestingum þegar Guð er að sýna okkur eitthvað. Amen. Nokkrir punktar. En við þurfum að gera eitthvað í þessu. Jakob 1:22. Verið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess. Ella svíkiði sjálfu ykkur. Því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni að skoðar andlit sitt í spegli, skoðar sjálfa sig fyrir burt og gleymir jafn skjótt hvernig hann var.
En sá sem skyggnist inn í það fullkomna lögmál frelsisins og heldur sig við það og gleymir því ekki sem hann heyrir, heldur framkvæmur það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Við þurfum að kasta netlunum, draga þau inn, sauma þau saman, laga og bæta. Þannig að þetta spámanlegt orð til okkar. Að byrja að sauma netin. Sauma netin. Í annarri konungabók 13:21 þá sagan beinin af Elísa og hann var búinn að vera dáinn í þá nokkuð langan tíma og svo var manni hent í gröfin hans og hann lifnar við. Ég var að hugsa þetta, going back to the basics, beinin í ritningunni. Þegar við komumst tilbaka, þegar við finnum lífið. Við erum allir í daga þegar við fundum eitthvað í Guði. Við erum ekki eitthvað félagskap, við fundum eitthvað sem að breytti líf okkar. Bein dauða spámannsins gáfu þessu manni nýtt líf, nýja von, nýja framtíð. Guð að taka okkur tilbaka að sögunni, að endurnýjun, að endurlífgun, hressa okkur við og setja okkur á beinubrautina að ástríðu fullri göngu með Guði. Bein dauðs spámanns spáðu inn í líf. En með þetta það samt margt sem gengur á hjá okkur. Og við erum ofta að berjast við það sem að Guð að kalla okkur til að gera og það mótstaða. Og að komast inn í þjónustu, fimmföldu þjónustuna eða hvað það sem Guð að kalla okkur til. Þá þurfum við að vera saumið á líkamann. Við þurfum að geta stutt við baki á hvort öðru. Ég man, ég gekk í gegnum alveg rosalega erfiðan tíma. Þegar Guð var búinn að tala til mín að predika orðið og mér fannst það rosalega erfitt af því að ég bara var ekkert fyrir að tala og ég ekkert fyrir að vera upp á okkur sviði og eitthvað. Sérstaklega ekki svona upp á fjalli. Þannig að Guð þurfti rosalega tíma, þetta var ofboðslega þung byrði fyrir mig. Og þetta var svo erfitt að ég fór upp á fjall og ég labbaði fram og tilbaka og ég kvartaði og kveinaði Guði og sagði ég get þetta ekki og allt það. En þá byrjaði Guð bara að tala til mín. Og hann byrjaði að nota ritningun og sauma mig saman. Og eina nóttin ég upp á fjalli og ég sit með biblíuna og eitthvað sumar og Guð byrjar að bara kemur vindur og flettist biblían. Og flettist á Jeremíja 1. Það sem hann segir, en ég svo ungur Guð, ég get ekki talað. Og svo flettist biblían bara á Jesaja 6. Hér ég, sendu mig. Það bara, ef við hlustum og hlýðum því sem Guð að segja, þá gefur hann okkur styrkinn. Og svo eitt skipti seinna, þá munið eftir sögunum Elía þegar hann var að flýja Jezebel. Hann fer upp á Hórefjall og bara óskaðist bara, ég vil ekki lifa lengur, ég vil bara deyja, ég bara nennis ekki. Þetta bara ömurlegt. Það er svo magna hvað Guð kemur og segir við hann. Elía, hvað ertu að gera hérna? Það er bara svona, hvað ertu að gera hér? Við þurfum stundum bara smá svona slap in the face. Hvað ertu að gera hérna? Þú ert með ritninguna, þú ert með orðið, þú ert með loforðin. Guð segir, ég með þér. Sama hvað það gengur í gegnum. Hann að toga út úr okkur, út á djúpinu. Gullið og allt sem við höfum að geyma, gullin og gerseminnar. Amen. Halleluja. Það ég elska að heyra að Guð tala til okkar. Senda okkur út allt og bara sauma okkur saman og byggja upp líkamann. Og ég hlakka til að sjá samfélagið á Íslandi og bara byrja að byggjast upp á nýtt.
Guð byrja að tengja kirkjurnar og við verum að vinna sem eitt líka mig. Amen. Kannski deilt með ykkur einu viðbót sem að ég sá daginn. Þá datt út hljóðið. Það er komið. Í þessum draum þá er ég að predika ykkur staðar, er ég í kirkju ykkur staðar og ég sé kirkjuna og ég sé litin á henni og ég er bara staddur þarna. Og svo heyri ég bara þú ert staddur í Sandvík. Og svo vakna ég morgun og fer bara að leita, ok, Guð. Þetta spámanlega er óslega mikið að þekkja tíma og tíðir og byrja að vinna úr þegar Guð talar. Hvað á ég að gera, hvernig á ég að vinna og við þurfum að vinna. Það kemur ekki allt bara fullkominn til okkar. Þannig ég byrja að grafa upp aðeins hvað Guð er að segja og ég finn svo að þessi kirkja, ég held þetta var eitthvað á Íslandi, Sandvík, þetta var svo íslenskt orð. En þessi kirkja var í Færeyjum, já. Þannig að ég fór eitthvað að leita að þessu og fann síðan mynda þessari kirkju og það var bara nákvæmlega eins og í draumnum. Litirnir á kirkjunni, grasið fyrir utan, það var bara allt nákvæmlega eins. Ég rauninni bara farið þarna. Svo byrja ég að tengja mig við Færeyjar, þekki eitthvað fólk þar og þá er Guð búinn að opna leið til þess að fara til Færeyjar, til þess að fara að predika þar og þjóna. Þetta er bara gaman. Að þjóna Guð á þennan hátt. Guð sendir okkur, ef við bara hlustum og bara hleypum með fagnaðarundi. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Já, Drottinn, ég bara bið fyrir okkur öllum sem í minninni. Ég bið að gefa okkur drauma. Ég bið að tala til hjart okkar. Og ég bið að bara fara inn í dýpstu rætur hjart okkar og byrja að toga út úr okkur þessar frábæru gjafir sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn. Drottinn, að þú saumir netið saman og þú virkir allt sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn. Togaðu upp úr okkur, Drottinn. Hjálpaðu okkur að komast á þennan stað, Drottinn, þar sem að þú undirbýrð okkur og sendir okkur, Drottinn, og gerir okkur heil. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Þá ætlum ég bara að segja takk fyrir mig. Ekki núna í augnablikinu. Það kemur kannski eftir. Amen. Amen. Varstu að segja? Amen. Ef ekki bara þakka Guði fyrir yndislega stund. Amen. Drottinn, við bara þökkum þér, Jesús. Þakka þér fyrir orðið. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert svo sannarlega að gefa okkur, Drottinn, tilbúin til þess að einmitt að fara að stoppa í netin. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur djörfung til þess að einmitt að fara út á djúpið. Ó, Jesús, halleluja, viltu gefa okkur þessi eld í beinin til þess að gera vilja þinn, að snerta fólki í kringum okkur og stíga fram það sem við þurfum að stíga fram, Drottinn. Og ég bið að gefa einingu í líkama þinn, Jesús. Einingu, Drottinn. Sanna einingu. Við þurfum ekkert að vera sammála alla hluti, en við getum verið eitt. Og Drottinn, ég bið, Drottinn minn, Jesús, að allt sem að vill hindra hjá okkur, Drottinn minn, allt sem að vill hindra í okkur, sem að heldur okkur frá því að gera vilja þinn, Drottinn, mætti það víkja í Jesú nafni. Og við byggjum fyrir kirkju þinni og við byggjum fyrir vexti, Drottinn, og viðgengi kirkjunar í Jesú heila nafni. Amen og amen. Drottinn bless ykkur og varveit ykkur og gef ykkur yndislega viku. Bjarki, ef að þú væri til í að biðja fyrir fólki, þá var það æðislegt. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér,
En við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.